Við ætlum að ljúka föstudagsþættinum að þessu sinni á því að reyna að gera jólabókaflóðinu skil og hingað til mín komin í annað sinn Aðalbjörg Bragadóttir. Velkomin. Hvað ertu með fyrir okkur þessa vikuna? Takk fyrir að fá mig. Nú er ég með góða blöndu, 2 mjög ólíka bækur sem ég hlakka til að segja ykkur frá. Já. Og ég ætla að byrja þessari hérna. Hún heitir Strendingar, svolítið sérkennilegur titill, og undirtitillinn Fjölskyldulíf í 7 töktum. Og þetta er glæný skáldsaga eftir Yrsu Þöll Gylfadóttur sem er líka svona nokkuð nýr höfundur. Þetta er 3. skáldsagan hennar. Áður gaf hún út bók sem vakti nokkra eftirtekt sem heitir Móðurlífið, blönduð tækni, og ég hef ekki lesið hana og var dálítið svona bara með opinn huga þegar ég greip þessa hér. Og nú verð ég bara að segja að það er langt síðan ég hef lesið bók sem að svona snerti mig svolítið, eins og þessi gerði. Ég er mjög hrifin. Ég segi það bara strax beint út. Þetta er margradda skáldsaga. Hún gerist í nútímanum, bara núna, er reyndar án COVID. Þetta er bara hefðbundið fjölskyldulíf. Og hún segir frá hjónum sem Pétur og Eva, og þetta er svona klassískt fjölskyldu samsteypa að það er unglingur á heimilinu og svo er þarna 1 6 ára strákur og unga barni Ólafía og svo er það Silja og Pétur Eva og Pétur sem eru foreldrarnir og halda allir batteríinu saman. Í upphafi bókar þá deyr mamma Péturs og afi, pabbi hans Bergur, hann svona fer að blandast inn í fjölskyldulífi líka og saman eru þetta 6 manneskjur. Og svo er þarna líka köttur, hann Mjálmar og þetta svona hljómar kannski ekkert sérlega spennandi en sagan er sögð öll út frá þessum 7 einstöku persónum. Og Mjálmar fær mér sér líka rödd. Nú já, hann munar ekki það. Já, og sagan snertir á afskaplega mörgu. Þau lifa öll sínu lífi og svona ólíkt eigastu við. Hún er byggingafulltrúi og er í stjórnsýslu og svona sveitapólitík dálítið. Pétur starfar á auglýsingastofu, hann svona dreymir að verða skáld. Unglingurinn hefur mestan áhuga að spila bara tölvuleiki og þessi 6 ára strákur, hann er svona að eiga við sína eineltiseggi og ýmislegt í grunnskólanum. Og það sem að einhvern veginn gerir þessa sögu er að hún Yrsa Þöll er afskaplega lungin við að ná fram svona tilfinningu hverjar persónu og hún er svo næm og mér finnst hún svo afskaplega góð í að skipta á milli hvort sem maður er staddur í huga þessarar ungu, hún er örugglega fertugt, móðirinn sem er að halda öllum boltum á lofti og líka standa sig í vinnunni og munist að kaupa í matinn og hvað það er og fara síðan yfir í þennan 6 ára sem er að berjast veita blýanti sinn í skólastofunni og svo yfir til afans sem er svolítið farin að ruglast svona í minninu. Og það er svo sérstakt að þrátt fyrir öll þessi öruskipti þá nær hún gríðarlega heildstæðri sögu sem við fáum frá svo mörgum sjónarhornum og með svo miklu innsæi. Þarna er komið bók sem að hún náði til mín. Ég var klökk alveg 2 þegar ég las hana. Og það komu svona afskaplega næm og góð hversdagsleg augnablik sem að hún bara, ég var eiginlega bara alveg steinhissa. En ef til vill líka stendur þessi saga, hún talar beint til mín mögulega af því að þetta er svona fjölskyldulíf sem ég þekki svolítið sjálf og þetta er mér töluvert nærtækt. Mér þótti til dæmis bráðfyndin sena bara mjög snemma í bókinni þegar pabbinn Pétur ákveður að fara í bað akkurat milli klukkan 7 og 8 kvöldið sem við ungir foreldrar köllum oft úlfatíminn Þá er allt vitlaust á heimilinu og það er að ganga frá í eldhúsinu og þessi þarf að lesa í heimalestrinum og það þarf að bursta tennurnar í hinum og svona klára öll kvöldverkin og hann fyrir bara í bað og það verður einhvern veginn svona streita því að baðherbergið er upptekið og hann nær ekki að slaka á eins og hann hafði óskað sér og þetta er svona glettinn hversdagsleiki sem var bara rosalega vel skrifaður. Og samtíma líka er hún að eiga við sorg, hann missir móðurina, pabbinn missir lífsförunaut sinn, afinn og barnið lendir í einelti
unglingurinn svolítið einangraður en samt svo frábær en einhvern veginn nær ekki að sýna öðrum hvað hann eða það hún, hvað hún flott. Já. Og á sig sitt svona tölvulíf sem að foreldrarnir skilji ekki en lesandi nær einhvern veginn utan alltaf þessi litli búta. Já. Sko, þetta auðvitað ekki besta bók sem ég lesi, hún ekki fullkomin en hún mjög góð og er svona örfá atriði sem að angra með pínu og það kannski kápan. Ég svona pínu hrædd að fólk fælist frá en svona þegar maður búinn að lesa þá finnst mann þetta rosa sniðugt að því hérna barnastóll og stóll og einn komin á hliðina og þetta svona fjölskylduboðið sko. Já. Og líka að í bláu upphafið hún byrjar dálítið þungt. Fyrstu 2-3 kaflarnir svolítið þungir en síðan kýlist þetta í gang sko. Já. Þannig að gefa henni séns. Já, þú mælir með. Ég mæli svo innilega með, bara hún kom mér virkilega óvart. Frábært. Svo förum við yfir í allt aðra sálma. Svo yfir í glæpina, það hann Ragnar Jónasson. Hérna, við vorum að gantast með svona glæpaprinsinn að mörgu leyti. Eftir konginum Arnald og drottningunni Yrsu. Nákvæmlega, að þá kemur hann Ragnar kallinn. Þetta bara prýðileg saga hjá honum Ragnari. Hér hann komið til Siglufjarðar og hann aðalpersónan hann Ari að rannsaka andlát ungrar stúlku sem bara 19 ára sem finnst látin hérna í upphafi páskana. Og þessi saga gerist öllum páska, byrjar á skýrdegi og út þessa páskahelgi. Og Ari svona hefur eiginlega ekki tíma til þess að vera að standa í þessari rannsókn vegna þess að barnsmóðir hans sem hann svona stendur í skilnaði við, hún akkurat að koma í bæinn með sonan sem hann hefur ekki séð frá í marga mánuði og hann hefur nú meira áhuga svona að eiga fjölskyldustundir með þeim heldur en að vera að brasa í þessu morðmáli og svona galli þessar sögu að hún ekkert rosalega spennandi. Hún svona verður aldrei neitt. Það fer engin mikil orka í glæpinn sko. Nei. Og óhugnar mjög lítill. Þetta ekki ljót saga. Það eiginlega engir sem eru limlestir eða einhver svona grótesk morðlýsing eða eitthvað þess háttar. Nei. Ari voðalega huggulegur maður, hann ekki á fylleríi eitthvað ælandi út allt eins og þeir eru oft þessi kallar. Heldur hann bara meira í að drekka kakó og svona fyrir tímalega í rúmið og þetta er svona glæpasaga sem að alla kynslóð geta lesið. Hún mjög svona þægileg. Já, bara það að gera. Já, og svo þetta nú svona klassísku sjálfflettingur að kaflar mjög stuttir, enda yfirleitt svona pínu spennandi, þannig að maður rennur áfram í gegn, hún mjög fljótlesin þessi saga, en kannski situr ekkert rosalega eftir. Nei. En alveg prýðileg afturning og mér finnst hún mikið betri þessi heldur en Þorpið og Hvítidauði sem voru síðustu 2 bækur Ragnars, sem ég var frekar óánægð með, en þessi, hér finnst mér hann aðeins fyrir að koma tilbaka. Já, komast eftir á strikk. Já, en mjög ólíkar og kannski mér langar að nefna, ég gleymi að þessi gerist nú í svona ímynduðum hrepp, hún gerist þess á Stapaströnd sem á að vera einhvers staðar á Norðurlandi, mjög nálægt Hamarsvík sem líka einhvers staðar á Norðurlandi og nálægt Akureyri síðan, þannig að þetta svona óræður staður á Norðurlandi og hér við bara á Siglufirði. Já, einmitt. Þannig að við erum á Norðurlandi. Já, sem ég þykir bara mjög, mjög skemmtilegt og gaman þegar höfundar fara út á land. Já, frábært. En sérst, virkilega hrifin, komur skemmtilega óvart og bara prýðilega afturreying þessi hér. Frábært, gott að fá þetta. Þakka þér kærlega fyrir að koma og segja okkur frá þessu. Við höldum áfram að gera jólabókaflóðinu skil í desember. Já. En bara kærar þakki fyrir komuna